þessar vélar eru hérna að detta bara í ganga eins og bensínvélar að leiða og hún startað. Ef þetta hérna allt sem í lagi. Sveifarás, svona eins og hann lítur út, einn og sér. Og forþjappa sem hérna og oft nefnt líka túrbína. Þetta til þess að nýta betur orkuna, eldsneyti sem vélin nýtir. Þetta er dæla sem dælir heitu lofti inn í vélina og það afgasið eða útblásturinn sem fer í gegnum þetta hinum megin og knýr dæluna áfram svoleiðis að hún nýtir þarna útblásturinn til þess að létta undir með að draga inn í þessu loft inn í sprengjuhólfið. Hérna sjáum við forþjappa sem svona séð svona að sundur skori hérna. Hérna hjólögurinni og þetta eru svona tvö aðskilin stykki. Það ekki samgangur hérna á milli. Þessu að tveggja hjóla. Og eldsneyti fyrir dísvélar, það að segja kerfi. Hérna sjáum við svona grófa teikningu af eldsneytiskerfi sem hérna þá eldsneytisdælan og eldsneyti fer þannig að það fer hérna tankurinn, olíutankurinn eða eldsneytitankurinn og hérna fer eldsneyti hérna niður, hérna í gegnum þessa gegnum síur hérna og gegnum þessa færidælu hérna sem færir þetta hingað upp og hérna í gegnum aðra síur og hérna aftur fer það svo hérna í dísurnar sem kallar. Ég fyrir ekki að fer hérna inn í hérna segja dæluna, aðaldæluna og hérna áfram og hérna inn í dísurnar sem að skamta það sem að fer inn í vélina. Þessar dælur hérna, þetta mjög háþrýst og þetta dæli meira heldur en að vélin þarf til þess að geta gengið og þá verður afgangsolía, það verður samt affall hérna og þá fer það hérna út. Það einhver vendill hérna sem stillir þetta opnast inn með vissan þrýsting og það sem fer umfram hingað, það fer hérna tilbaka og rennur aftur inn í tankinn. Fer þarna tilbaka. Nú hérna svo geimurinn sýndur Sviss hérna og hérna svo sýnt hvernig glóðakertið staðsett til að hitta vélina þegar henni startað. Nú eldsneytisolíusíur hér og hérna svona handdæla til þess að nota til þess að dæla og pumpa þetta upp og niður til þess að dæla lofti út af kerfinu ef það kemur loft inn á eldsneytiskerfið, síur hérna og það náttúrulega nummer 1, 2 og 3 ef maður opnar eldsneytiskerfi. Það bara hreinlæti, passar að fara ekkert óhreint inn í kerfið því að allir þessi dælubúnaður mjög viðkvæmur fyrir slíku og getur skemmst ef eitthvað rusl fer inn í þetta. Þetta svona verið að sýna bara virkni eldsneytisdælu. Þessar raufar hérna þær skamta eldsneyti sem hún dælir og hérna þessu snúið til þess að ákveða magnið, þannig að þegar við gefum vind þá verðum við að toga hérna í þennan tangar hérna og hann snýr þá síldurinn hérna og afstæðan á honum ákveður svo hvað mikið af olíu fer áfram í gegnum dæluna. Þannig að sjáum við líka
dælukólfin þannig í strokk, kallað element sett. Þarna svona verið að sýna hvernig það virkar, þau þurfum svo sem að hérna liggja mikið yfir því. Þetta er bara hérna svona gróf útskýringarmynd af því hvað virkar eftir hvað erum að nota mikið eldsneyti, hvað erum að gefa mikið inn bara. Nú þarna er að sýna hvernig við þurfum að lofta út af eldsneytiskerfi. Við losum hérna upp hérna loftróf hérna dælunni, hérna líka losa upp með rör hérna og hérna er svo handdælar til að pumpa svona upp og niður til þess að hérna að losa út. Þannig að segja sem þetta losum loftskrúfu, dæl út lofti, hún er hér, loftdæmi við spissa sem er hér og herða spissarur og ræsa svo vélina. Hérna sjáum við svona eldsneytiskerfi í bát. Það er bara búið að taka bátinn í burtu en við sjáum hvernig þetta liggur í honum. Hérna er vélin sem er í bátnum, hérna koma svo olíuleiðslur, þetta eru olíutankarnir hérna sikkoru megin út í sikkoru síðun á bátnum og hérna rennur þá olían inn á vélina og bakflæðið eða affallið það kemur hérna, fer hérna tilbaka. Hérna er það stjórnað með krönum, hvernig við tökum á tönkunum, hvernig við tökum jafnt úr báðum eða bara öðrum í einu. Þetta er svo áfyllingarstútur fyrir tankana hérna, og þetta er aftur á móti öndunarlokk fyrir tankin. Hérna er svona lokk sem hægt er að skrúfa af til þess að komast þá ofan í tankin til þess að hreinsa hann ef það fer að safnast ykkur skítur inn í hann. Þá er það smurkerfið. Við skulum svona renna yfir það líka. Það hlutverk smurulunnar, það er yfirvinna núningsviðnám í vélinni. Það er að kæla, flytja í burt varma eins og frá núningsflötum og svoleiðis og hreinsa vélina og hindra tæringu. Það er átt að ryðga ef það er nú af olíunni. Og þarna eru svona helstu hlutir í smurkerfi. Við höfum hérna smurur dæluna sem er staðsetna inn í vélinni og dælir hérna upp olíuna sem liggur hérna ofan í pönnunni. Sía hérna og þarna eru svona öryggisvaki í síu þannig að það er hægt að hleypa fram hjá síunni og lokast. Þannig sko ef að smururinn síðan lokast þá er hægt á því að vélin fá ekki smurningu og þá yfirhittnar hann og bræðir úr sér. En til þess að það geti ekki gerst þá er þessi öryggisvaki hérna og þá fer olían framhjá og fer aftur út í smurkerfið en hún fer þá náttúrulega ekki síuð. Þannig að leið og verður var ekki það á ljósum í mælaborðinu á bátnum að það eftir farið að vera svona og þá reynum við að endurnýja smursíuna sem allra fyrst. Þarna sjáum við svona mynd af því hvernig þetta fer á smurkerfið. Hérna er pumpan eða olíudælan, smuruludælan. Hérna er smá sía hérna ofan í pönnunni þar sem að smuruludælan liggur og þessi svo dælt hérna upp og hérna er kælinga og hérna fer þetta og olían fer hérna inn í legurnar, inn í hérna höfuðlegurnar á vélinni og fer svo með rás hérna út í stangarlegurnar. Nú hún fer líka hérna upp og írist hérna innan í stimpilinn til þess að smyrja hérna legurnar hérna í bullu vélinum sem er hérna uppi. Síðan hérna fer hún upp á rokkararmana og knastásinn og það allt sem er ofan á heddunu. Og þetta gengur þá hringi, svo leggur þetta hérna niður og fer svona alltaf í hring eftir hring.
Hérna önnur mynd sem hann sýnir þetta svona mjög svipað. Hérna turbínan líka komin inn í. Eða hérna turbínan eða hérna, hvað þetta var hann að kalla aftur. Og hérna sem þetta olían hérna í kæling. Það sem að olían er kæld niður sko, og síðan fer hún hérna í gegnum þessa síu og fer svo hérna inn á vélarhlutana.